Janúar bara alveg að vera búinn. Ég vissi ekki hvernig þú myndi byrja. Ég var spennt að heyra. Já, það rétt hér. Janúar alveg að vera búinn. Alveg að vera búinn. Það bara alveg að skella í febrúar. Já. Sem þýr... Ég sjokki. Já. Af því að vanlega, þessu fyrra, janúar var svona 4 mánuðir. On jokes. What the hell? Já, mér finnst janúar alveg bara fljótur að líða, to be honest. Alveg frekar, sko. Já. Svona þegar þú segir það. Það er, já, hvað ætli það sé? Ég veit það ekki alveg. Kannski er það bara hjá okkur. Kannski. Ég veit það ekki. Ég ætla alltaf að bjóða þér upp á te. Já, þakka þér fyrir. Það væri bara rosalega vel þegið. Febrúar fyrst að vera fljótt lengilega. Ég veit það ekki. En það er náttúrulega alltaf færri dagar. Já. En janúar og febrúar í fyrra var heilt ár næsti. True. Samtals. En þá líka var corona að byrja. Já, en það var samt ekki byrjað. Nei, það var svona að byrja. En samt við svona vissum ekkert að það væri að koma til Íslands á þeim tíma. Nei, true. Það var bara það var ekki fyrir byrjun mars sem var svona what the fuck þetta kom til Íslands. Var það svo snemma? Í byrjun mars? Já, byrjun mars. Ekki svona miðjan mars? Nei, byrjun mars. Það var alveg komið smit í byrjun mars. Ég man fyrir árshátíðina mína í World Fit og já, hún var bara í fyrra. Hún var bara í 7. mars eða eitthvað. Já, af því ég man, þú veist, ég átti ammali 3. mars og ég var ammali ég bara hætti ammali núna nei, og ég hélt upp á það í Bandaríkjunum að mér minnir ekki að það hafi verið eitthvað þvílíkar takmarkanir, sko. Það var ekki takmarkanir, sko? Nei. Það var bara fyrstu svona tilvikin komið til Íslands. Já. Ég man að World árshátíðin var og svo voru allar árshátíðinar helgin eftir það cancelled. Bara HR, HÍ, bara allt, skilu. Minnum mig. Ég held að bara, þú veist, við vorum mjög heppin að ná að taka þessa árshátíð. Þú veist, partí var þessi árshátíð líka. Geðvík, sko. Ég man bara, ég var að fylgjast með from afar. Já. Það var svo gaman, sko. Þú veist, það er svo gaman fyrir mig að fylgjast með. Ég get ímyndið með hvað var gaman að vera þarna. Ángríns. Sagn. Vonandi, ég varst það. Vonandi getur það að vera aftur í ár. Kannski seinni partinn. Já. Mæ, kannski júní. Þá líka tekur fólk, geta bara X2 skilur. Þú veist, það fagnar ennþá meira. Já. Þegar það má skilur. Nei, sko, ég var ekki í bænum til lok ásatíðinu minni og það var seinasta djammið. Það er skandall. Það er skandall. Það er það, sko. Ég var bara klukkan 1, ég var alltaf að byrja klukkan 1 að drekka, ég drakk klukkan 3 freyðinsflöskur. Þannig að ég var bara búin að klukkan 1 þannig ég fór heim. Í dag sé ég eftir því. Já, little did you know, sko. Bara og klára þetta. Jæja, það er nú ekki sem að fara ófáu sinnum á B5 og vera til lok. Ég svolítið reyndar ekki lok típan, sko. Nei, ég ætla svona rétt fyrir. Já, ég er eitthvað svona 3 típan, sko. Já. Veist það fullkomin tími. Já, þetta er svona djöfla tímin. Það er alltaf þegar ég lít á klukkan og ég er svona, fuck, ég komið nóg. Þá klukkan 3. Oj, það? Já. It's the devil's. It's the devil telling you to go home. Yes, so he can spook me. Hann tjóks. Spook you. Bú. En shit, janúar bara búið. I love that, sko. Þú er ekki janúar. Nei, svo sammálaðir. Febrúar er betri, sko. Ég er meiri fan. Miklu betri. Miklu meiri fan. Líka það er bara svona styttist á í allt hitt. Þú veist, mars er ágætur, skilur. Mars er fínt, sko. Ég fíla mars. Og svo apríl, þá svona byrja að létta á. Já, byrja svona svo vorra. Það koma aðeins hlýra við. Bjartra úti. Oh my god. Og bara svona jakka. Svo það ekki lengur bara klæddir í svefnpoka eins og við erum núna bara eitthvað. Ég reyndar að elska að vera klædd í svefnpoka mér núna. Nei, sko, ég líka. En svo það er svo gaman þegar maður fær síðan að, þú veist, parkera þeim og taka upp jakkan sína. Ég er endilega, þú veist, hef aldrei átt almennilega úlpu fyrir ég fekk í jólagjöf núna. Þannig ég fer ekki úr henni, sko. Nei, það er kósí, sko. Já, það er geðveikt. Það er ekki betra en hlý úlpa. Bara -12 úti og ég er bara góð. Hvað er næs? Og ertu líka ekki að fara inn í bíl og mitt. Hérna. Svo sökkar. Ángríns, kýhaks að hlaupa út, kveikja bílnum samt, fara svo aftur inn, ef maður er að jarðhæð. Ég myndi aldrei nenni að ég var á, bara 7. hæð. Eða bara annar hæð, sko. Það er allt svo ekki vesend. Ég hatta stigar, sko. Já. Það er svona ekkert erfitt að fara niðurst. Og þú þyrftir að fara aftur upp. Já. Það var aftur upp, það er svo þrótað. Ég bjó í tvíbili og þá nefndi ég aldrei að gera það. Örfóðsunum. Þegar ég var kannski þegar ég var alveg gagnfrósið, en núna ger ég þetta mjög mikið, sko. En ekki ómikið þannig að ég sé eitthvað menga og mikið, sko. Nei, bara svona rétt svo þess að 3-4 mínútur breyta helling, sko. Einmitt.
Ég alveg sammála því. Það líka bara svo, þú veist, maður sé ekki að frostna inn í bílnum. Það bara eitthvað betra við að vita að því að bílinn minn ógeðslega fljótur að heita sig. Þó hann sé bara eitthvað eldgamall. Já. Það var bara heitar en bara margir bílar sem ég farið í, sko. Gott. Bara strax, bara rassaheitin komin, maður geggjað. Það ekkert það. Einu svo það stýrisítin, sko. Já, ég með þannig. Það ekki alveg í jarðasinum, sko. Ég með þannig græði bara gólfvirum samt. Það? Já. Nice. Stýrilega nýr. Hann samt ekkert nýr, skilur. Hann ekkert eitthvað 2020, hann ég veit ekki hvað hann 2019, 18 eða eitthvað. Nei, ég það. Ég held að sé alveg. 2017 eða eitthvað. Já, kannski. Já, eitthvað þannig. Já, minn 2013. Já. Hann dálítið gall. Það var bara í næstu árgerð. Komur ekki að stýrisítin. En það er algjörst tax, já. En ég heppin bara í fyrir lyftu. Já. Þú er svona fucking bílakallaran. Motherfucking. En já, nei, en vonandi þegar þú veist, vonandi núna í februar fyrir dansalína. Já. Ekki? Jú, en samt skilur, manst ekki, hvað var það, 2017? Það kom alveg mestu snjór síðan 1970 bara í mars. Það svoleiðis. Ég man alltaf ekki, ég hef aldrei á landinu á þessum tíma. True. Ég bara hef ekki upplifað februar eða mars á Íslandi síðastliðin 4 ár. Welcome to hell. Thank you, my friend. Very exciting to be here. Já. Nei, það er alveg ofta en þó að snjóa í mars-apríl, sko. En það er búið að vera rosalega lítill snjór á Íslandi. Já, þannig sé. Þessar myndir. Já. Því miður. Svo bara mesti snjór í Madrid. Það? 50 ár núna. Shit. Þau eru bara öll úti að dansa í snjónum og í snjóboltastríði og eitthvað. Það ekki séð neitt svona. Nei. Það mér fyndi. En gaman samt. It's super cute. Gaman fyrir þau. Hefur séð manneski sjá snjó í fyrsta skipti? Nei. Hefur þú? What? Það er óslega gaman, sko. Get ímyndað mér. Af því að bara í fyrra úti í skólanum, margir sem ég voru með í skóla sem voru kannski frá Indlandi eða Mexíkó og eitthvað svona, það er aldrei séð snjó. Svo snjóaði í Boston. Þetta var bara eins og sjá, þú veist, ég held bara hvolpur er bara besta útskýring. Þú voru bara svona fór út, þú voru bara svona út allt og bara svona æstu hvolpur. Oh my god, hversu cute. Já. Það er svo svipað að fólk að sjá þú snorljósin fyrst skipti. Já. En þá verður ekki svona, þú veist, þá ertu meira bara svona amazed. Bara amazed, bara wow, held ég. En þannig ertu bara, oh my god. Hvaða náttúrufyrirbæri væri við svona sjokki að sjá, sem Íslendingar? Hvirfubil. Ég hugsaði það líka, en það er ekkert svona jákvætt. Nei, það er bara, oh my fucking god. Það var ég for a run for my life. Help me. Það er ekkert eitthvað svona, oh my god snjór eða oh my god sól eða oh my god eldgos. Þú veist, það er ekkert we've seen it all, sko. Já, við erum svolítið þar. Jarðskjálftarnir bara, ég finn ekki fyrir þeim. Nei, þú bara, svo einu í Íslandi sem bara styrtu. Já. Hvað er geggjur spurning? Þú veist, náttúrulega snjóflóð, við sjáum það ekki, en við það er nálægt okkur. Það getur komið fyrir. Sjóflóð? Oh my god. Það er svona tsunamis. Já, shit. Það er náttúrulega, þú veist, það er ekkert mikið í Íslandi. Nei, því miður. Thank God, minni ég. Já. Shit. Nei, það er eitthvað sem að mér fæ bara martraður sko, tsunamis. Já. Ég er alltaf að fá þannig. Mjög steikt. Martraður það? Big waves, bara tsunami waves. Hvað dreymdi ég nótt, manstu það? Við dreymdi alveg fucked up draum í nótt. Mér líka. Já, gesteikt. Ég var alveg bara, þetta gæti verið bíómynd ef ég skrifað niður, sko. Ok, mitt var alltaf mikið bull til þess að vera bíómynd. Mitt gæti verið svona ævintýra bíómynd, en samt svona murder eitthvað. Þetta var fucked up draumur, sko. Ég var að muna núna. Þetta var fucked up. Þetta gæti verið hryllingsmynd. Þannig? Já. Var þetta ljótu draumur? Já. Ég var að drepa fólk, sko. Oj! Kannast að drepa mig? Nei. Ok, ég er bara svona draum. Já. Viti, ok. Þetta gæti random umræða. Þetta er ógeðslega skrýtin draumur. Ég var að dreyma með Dundi að ég var að fara eitthvert og þetta var eitthvað svona nýtt resort. Svipa svona blá lónið einhvern veginn. Ok. Það var að koma eitthvað nýtt resort, svipa blá lónið og það var eitthvað að fara með mig þangað og ég átti að fara þangað og sýna frá. Ok. Bara á samfélagsmiðlum. Já. Ok. Og eitthvað þannig. Það var svona, ég átti bara svona að fara þangað og með vinkonu minni. Hvað vinkonu? Herðu, mjög random Ásthildi. Ok. Já. Ok. Og ég átti bara að fara þangað og við vorum að fara þangað báðar.
svo hún einhvern veginn svona leiða með ákvað hún svona einhvern veginn yfir þessu eitthvað, ég veit það ekki og svo komum við og þetta bara skip og það bara fyrir stað og það eitthvað svona mafjósi hana og hann læsir okkur inn í herbyggi með 2 aðilum og við komumst ekki út úr herbyggjunni nema við drepum það og þetta gekk á og við þurftum bara alltaf að drepa manneskjunar og svo fengum við að koma út og vorum bara traumatized komumst ekki að því vorum bát og svo bara kom alltaf nýja manneskjur inn og við varum bara fuck, bara hér erum við og við þurfum bara að drepa það og við vitum að báðar og það var alltaf að læsa okkur sikkur í herbygginu líka oh my god já, og það var ekki weird en það gæti alveg hryllingsmynd já, 100% og þú kemur hann og ætlar að heldur að þetta sé bara dream resort eitthvað og svo endur í einhverju ruggli sem þú þarf bara að drepa manneskina bara, hver undan að drepa hvern annan það bara tímaspil sem þá er eitthvað skrifa svona bíómynd já, þetta að fara að koma út eftir þann þátt ekki til þessar hugmynd bara kredit movie made by Tipodith á gríns já, og svo þetta var bara svona endless ongoing þetta var endir á svo allt oh my god, ef einhver hlustar sem kann að ráða drauma láta okkur vita á gríns svo fyrir hún í einhver helli og þar þurftu að drepa mann saman hann er líka að drepa okkur á móti og var sem er samvinskupið já, mér mér langar ekkert að vera mér langar ekki að drepa fólk nei, bara segja bara alls ekki og svo allt í henni þurftum við að fara aftur í sorti sjóri var allir svona eins og lónið skilur þannig, svona geðið klír og svona inn á milli var hann svona lone vibe og svo inn á milli var hann svona clear Hawaii vibe skilur, maður sá bara fiskana og svona draumir og samt leið maður gett illa á þessu skipi þannig að það geggja fallegt allt og þetta var allt, fólk var alltaf komið í svona pick-up sem við vorum þurftum að drepa og þau vissi ekki neitt heldur og ég þurftum bara við erum búin að vera hérna lengi við komumst ekki út úr herbygginu og það var alltaf eitthvað svona misti inn í herbygginu og þú komst ekki út fyrir að drepa og svo í lokin þá þóttust við drepa manneskjunar og komumst út og hlum með þær og þá voru fleiri stelpur í svona öðrum herbyggjum að gera saman já, og þannig að við reyndum að hjálpa þeim að komast út úr herbyggjunum og Bell Lucia Instagram-módeli, hún var eina af þeim og við föttum að koma á skipinu hún var enda hana og það var fullt af fréttamiðlum að koma því að þetta var svona geggju sigling skilur þannig að við vorum bara allar í blóði hjálp og vorum oft búin að senda svona 911 eitthvað svona missiles og eitthvað en hann náði alltaf að grípa það og þetta var rosalega draumur þetta var rosalega, því að bara mynda núna what the hell and there's your movie já, thank you fyndi, því mér dreymdi að ég hef verið að fá Grammys-verðlaun það er ekki svona andstæðan og bróður minn ætlaði að koma elsti bróður minn og hann eitthvað týndi peysun sinni og þetta var eitthvað þvílið þessu sko en það bara, já kom ég Nei, það var ángriðs bara bara á skipinu fyrst og það var á leiðinni á þessu skipi sko en það var bara Ingi Þór bróður minn sem ætlaði að mæta og hann týndi eitthvað peysinu sinni og ég var gett sár út í hann svo var ég að hjálpa hann að leita peysunni en þú veist, fyrir hvað var Grammy? Ekki hugmynd en tveir mjög ólíkir draumar en en fók hvað að fyndi bílast og þegar við höldum áfram, ég veit ekki hvernig við stundum bara við settum sniður, við erum með eitthvað topic sem við ætlum að fara yfir og nú erum við bara búin að fara yfir veður og drauma og áður við höldum áfram alltaf að tala um Laugaspa já, talandi um veður þá bara tengið það saman já, það er svo kalt úti það er enda kalt úti og ég er svo mikið skrælnari ég verð bara eins og þú veist gamall parmesan skilur þannig að gamall parmesan ég ímynda mér hann sé með svona hrús Ertu ekki að tala svona sandpapír bara? Nei, ekki alveg þar það er meira svona mjúkt crispy, skilur já skrítið viðlíking ég sé bara fyrir mér gamla parmesan vera smá svona loðin nei, ég veit ekki hvað ég segja smá svona crispy ofan verður þú smá loðin að veitum það? já hættar hann enda að sjá sig og nei, heyrðu, ég ætlaði bara að tala um vanilla bodylotionið frá Laugaspa já og þetta er svo nice bodylotion af því að það er svo létt þetta er basically, þú veist, þetta líður ekki svo sérst bara að bera á því bara gæmlega fitu og í því er aloe vera og það er ríkt af E-vitamini sem gefur manni líka svona ljóma já, og bara rakin og í nýri og alls sko það gengur líka bara hratt inn í húðina
þú ert ekki eitthvað að bíða í svona kortir, hann getur farið í gallabuxna mjög þund og létt og geggjað, mæli með þetta styrtu. Og það er svona líka tilvalið, þú veist, eftir, ef maður flýta sér svo eftir æfingar eða eftir sundi eitthvað, þú veist, það er ekkert mér að pirrandi að vera með eitthvað svona, þú får setja á þig og já, þú þarft eitthvað að bíða. Nei, mitt. Það er alveg glada, sko. En maður verður samt einhvern veginn, maður vill svo mikið mun eftir því að bera á sig. Já, og að því þú verður að gera það. Þú veist, ef að þú ætlar ekki að vera svo loðin parmesan. Ef þú skilkomin, ef þú vilt, þú veist, hérna, einmitt, bara halda húðinni mjúkri og miklum raka. Já. Verður... Don't be a furry parmesan. No. Nobody would be a furry parmesan. Be a fresh cheddar. Jokes. Hvað elsku við cheddar? Nei, get ekki neitt, sko. Við borðum svo mikið á daginn. Ég smá koma ógeð á honum. Ég náttúrulega, ok. Já, þú fekkst ekkert. Já, vandamáli var að við vorum með eitthvað svona nammi og eitthvað, og vorum að fá okkur, og svo var ég svona, ok, ég er bara búin að borða svona mikið og ætlaði ekki hægt að bíða þess með cheddarinn. Það er ekki hægt að bíða með cheddar, það er bara... Nei, þú veist, ég ætlaði bara svona aðeins að settla hinu sittinu. Ég maður hana maður, bara svona leiðaði cheddars, fá mér vasklas og eitthvað. Þú beðist samt alveg 3 leiki, sko. Ég beðið smá stund, svo líti bara niður, þú veist, vorum bara splitt ástunum, þú og Benni sem voru með og ég og Gunnar með, svo líti ég niður og Gunni bara búinn með minn. Ég bara, hvar að þér? He's only human. Hann bara, alveg. Shit, sko. En þú veist, já, can't blame him, sko. Já, ég pröfaði að setja þetta í MyFitnessPal, núna ást. Nei, ekki segja mér það. Ekki slæmt, sko. Ok. Ekki slæmt, það er mjög mikið prótein. Ok. Ég pröfaði þess að hálfan inn í Fitnesspal, ég var bara, hvað ef ég borðaði hálfan ost? Þetta var ekkert fann daginn. Já. Og það var bara 400 kaloríur og alveg 25 grum prótein. Ok. Kannski smá mikið að fitu, en þú veist, whatever. Ég held þetta myndi vera eitthvað sláandi, sko, já, en ég var bara, þetta virkar alveg. Þetta góðum degi, sko, það er alveg að leiða þessu að slæta, sko. Það er ekki alltaf sem að borðar hálfan heilan ost, skilur. Nei, 100% ekki, sko, en með þennan ost þá getur það. Þú getur það, sko. Það er svona ámar, það var gott hjá okkur á skammtónum. Já, það var það. Nú var hann alltaf bara hvarf fyrir mig, en já, 100%. Við erum að tala um einhvern ost sem við kaupum í hérna. Já, Hagkaup og hann er svona í svona svörtu vaxi. Já, ég veit ekki hvað hann heitir, hann er bara cheddar í svörtu vaxi. Já, hann er eitthvað old dry eitthvað cheddar í svörtu vaxi. Það er ógeðslega margir svona ostar í vaxi. Þessi eru svörtu. Já, bara, that's it. Já. Held að standi cheddar á honum. Stendur, en ekki svona, þú sér það ekki strax. Nei, það er svona. Hann er svona ógeðslega einkennilegur út frá vaxinu, sem er ógeðslega erfitt að ná honum úr. Ógeðslega erfitt. Herðu, við ætlum að taka í dag menntun fræðafólksins. Já. Hvað var þetta fræðafólk að læra? Kannski áður hefur hann lært eitthvað, er það lærið eitthvað fyrir eða eftir, áður hann var frægt eitthvað þannig. Og hérna þetta topic kom frá tilboðsgesti gegnum Instagram. Já, mér finnst það geggjað. Já. Og þegar þetta var sendt, ég bara, vá, hvað þetta er góð hugmynda, því að þetta er eitthvað sem mig langar að vita, hef aldrei kynnt mér sjálf. Algjörlega. Og var bara eitthvað, vá, nice. Geðveikt hérna, interesting. Og líka bara, mér er svo mikið eitthvað svona hvað ég segja, mér er svo mikið svona, mér er svo gaman að heyra það að við erum bara í skóla, eða búin að í skóla og við erum búin að vera í skóla, að þessar stjörnur hafa eitthvað verið að gera það sama við. Nákvæmlega. Sama hvað við vorum að læra, skilur. Hlusta okkur á prófessora, eitthvað lectures og eitthvað. Fyrir að fara í ykkur próf og vera stressaði fyrir próf og all that jazz. Nákvæmlega. Það er svo gaman að hugsa bara svona, ok, þú veist, sumar auðvitað ekki alla stjörnur sem fór í skóla og eitthvað þannig, en gaman að finna þær sem þú getur svona relatað við. Nákvæmlega. Og það séu öxlu stjörnurna sem að mennta sig. Já, en ég held að það gerða allar, þú veist, með það huga að verða það sem það voru að læra og ætluðu ekkert endilega að verða eitthvað það sem þau eru þekktust fyrir í dag. Nei, en það er sumir margir sem eru líka mennta sig eftir að þau verða frægir. Já, ok. Sess mér. Það sem að ég las. Ég með marga sem gerðu þetta bara einmitt fyrir og svo bara einhvern veginn tók fyrir, bara uppeyja í ferlinum og eitthvað þannig. En jú, vissulega sumir sem voru að gera þetta á sama tíma eða eftir, en mér samt ógeðslega skemmtilegt að sjá þetta og að læra þetta og að heyra bara, þú veist, hverju gerðu þetta og hverju ekki. Og líka bara svona smá kannski svona vonarneisti fyrir þá sem kannski eru í námi núna og kannski Þú veist bara pepp. Já, ég segi það, þú veist, bara svona einhvern veginn þú ert kannski í námi núna, þú ert kannski eitthvað heillaður að topikinu sem þú ert að læra eða eitthvað, ég veit ekki og það er bara svona, ég væri kannski til að gera kannski eitthvað annað þegar ég búið með þetta, þá bara sérðu það eins og fyrir þessar stjörnur þá tók lífið bara uppi þú getur gert hvað sem þú vilt eftir á
og Hvað? Heyrðu þetta? Já, hvað svona prumpljóð. Þetta svo Þess að vera að bora í húsið. Ég veit ekki hvort það heyrist. En Ég var ekki alltaf að segja. En ef það komur svo prumpljóð þá er verið að bora í húsið. Já, Birta, einmitt. Einmitt. Alveg bara að geta hún drúm. Það er líka í takt, bara. Það verður að laga húsið sem að stúdíu er í. En já, Fixing it up. Hver er fyrsti menntaði Hollywood einstaklingur sem þú ert með? Við erum með sömu þar. Ég veit að þú sagði mér í fljótu máli hvað þú varst með. En það er Natalie Portman. Já, ég er með hann líka. En hún Queen, love her. Queen? En hún er bara, kemur hann á óvart. Nei, þú veist, BA-prófið frá Harvard. Já. Það kom mér óvart. Hún var eini Óskarsverðulega hafinn sem hefur verið með eitthvað gráðu frá Ivy League skóla. Allavega frá þegar þessi grein var skrifuð. Geðvikt. En hún lærði, hún er sérst með, hún lauk BA-prófið frá Harvard háskólanum í sálfræði. Já. Því líka snillingur. Hún sleppti frumsýningu á stórmyndinni Star Wars sem hún lék í til þess að læra fyrir lokaprófi. Sko, ef það er ekki relatable, sko. Að þurfa að skipa ykkur gæði skemmtilega að þú þarft að fara. En þess að hennar bíómynd í Star Wars, ég veit, en það er eitthvað annað. Það fáið sem það Ég hef aldrei gert það. En ég segja, þú veist, það hafa allir þurft að sleppa ykkur gæði skemmtilega. Já, fórn ykkur. Já, algjörlega. En hún líka, þú veist, ég er alltaf að tala um svona, hún er til að skrifa 2 greinar sem hafa verið, þú veist, birtar í svona vísindatímaritum og þannig. Hún er sjúklega bara geggjuð, sko. Bara ógeðslega flott. Geggjuð leikona og geggjuð námsmaður er bara sjúklega klár. Já, sjúklega klár, sko. Það er ekki grín að komast inn í Harvard. Nei. Og hvað þá að klára prófið frá Harvard. Nákvæmlega. Og í sálfræði. Í sálfræði hjálpa okkur. She's smart. Beauty and brains. Beauty and motherfucking brains, sko. And talent. Það er bara the perfect Natalie Portman. Svo er ég með Eva Longoria. Já. Hún við þekkjum hana úr Desperate Housewives til dæmis. Despo. En hún lærði sem ég vissi ekki að væri fag, en þetta heitir í rauninni á íslensku hreyfifræði. Eða þú veist, þetta svona þú lærir hreyfingu líkamanns. Já, ok. Geðveikt steikt. Ég hef ekki heyrt þetta áður, sko. En hún lærði þetta í háskóla í Texas. Interesting. Og kláraði þar bachelorinn sinn í hreyfifræði. Þú hefði mikið að eitthvað svona gráðum hann úti maður. Það er sko til mest random shit. Það er líka að geggjað. Já, það er geðvikt. Hérna erum við bara með eitthvað 3 gráður sem allir fara í. Ándjós, það er sko bara úti, erlendis og bara allan heim. Þú getur basically fundið bara ef þú er áhugamál í þú getur bara farið ykkur starf og lært. Bachelor in tea. Nei, ándjóks. Sko, ég er ekki að grínast. Ég man, það var eitthvað nám í bachelorskólanum mínum. Man ekki hvað heitir. En það basically snerist það. Og þú veist, þið veitir hvernig það er þegar maður að skoða bæklinga og maður að skoða svona eitthvað nám sem maður fer í. Það var alltaf svona eitthvað mynd, þú veist, það var að skoða löffræði sectionið, þá kannski mynda þarna, þú veist, dómsal eða, þú veist, svona mynd til að útskýra námið að þannig og þú veist, þú veist að fara að læra eitthvað tengt tölum, þá eru tölur eða eitthvað þannig, skilur. Það var eitthvað nám, ég man ekki hvað heitir, en það allan lýsti sér þannig að þú væri að fara að læra hvernig þú ættir að bregðast við í erfiðum aðstæðum og það var svona björn að mæta manni. What? Það var bara bachelorgráða. Gunnið þar að fara það? Ándjós. Nei, þú veist, bara svona, geðveikt random. Það er svona geggjað. Já, bara, hvað veist, ég man ekki hvað það hét, ég verð að finna þetta. Þetta var svona, hvort það hét bara ekki eitthvað svona react eða eitthvað, ég veit það ekki. En þetta var ekki leiklistanám. Nei. Þetta var bara svona eitthvað sálfræði bakvið. Geðveikt steikt. Og sett bara alls konar aðstæður út að reyna að höndla þær. Já, en þú veist, hvað ertu að læra heima fyrir? Skrifa ritgerð hvað gerist ef ég mæti hákalli. Nei, ætli þetta sé ekki líka bara að þú lendir í einhverju, þú veist, sálfræðilegu tráma. Nakin bara lestastöðuna eða eitthvað. Örugglega. Það er bara alls konar. Geðveikt skrítið. Já. En allavega, hún Eva Longoria, þetta heitir á ensku kinesiology. Hér eru gleksið rétt, en þú veist.
Íslenskan var bara hreyfifræði. Ég veit ekki hvort það sé kannski hægt að finna þetta á betri íslensku. Nei, ég hef ekki hugmynd, sko. Nei, Herri, svo er ég með Carrie Underwood. Erstu með hana? Nei. Hún sérst söngkonan sem við kynntumst úr American Idol og er svona country söngkona. Country? Við þetta eða flesti hver Carrie Underwood er það ekki? Jú. Já, hún sætt. Og skemmtileg. Hún er með skemmtileg country lög. En hún útskrifaðist frá Northeastern University árið 2016 með B.S.gráðu í sem sagt svona sko á ensku heitir þetta nám Mass Communication, svona þetta er svona þú veist samskiptin samt held ég þetta sé pínu fjölmiðlafræði skilur þetta er svona Mass Communications, það er svona eins og að tala í gegnum fréttamiðla og hún útskrifaðist þar sem Magnum Cum Laude sem þýðir að hún var með hæstu einhvern Squeeze já, hún er ógeðslega klár love that for her og hún sér sagt sjálf ef hún hefði ekki þú veist komist eins langt eins og hún gerði í American Idol þá hefði hún örugglega farið að stunda feril í sjónvarpsfréttum þú veist, draumurinn eiginlega svona stemdi þangað sko. Ok, áhverð skemmtilegt Já Takk þú eitthvað sem þú ert með? Heyrðu, fyrst sem ég með James Franco Já, ég var með hann líka Við þekkjum hann Já Hann er geggjaður leikari En hann byrjaði í UCLA Hvað skóla er það? Veistu það? UCLA? Já, UCLA Þetta er þarna Í LA Já Þetta er UCLA, vá, ég er svona University of California Já. Ok, já En hann hætti af því að hann vildi byrja að leika og svo seinna sá hann eftir því og fór aftur í skóla á meðan hann var að leika Sko Kallinn, sko It's never too late Já, nákvæmlega Hann lagði mikið á sig og þegar hann var á setti eitthvað staðar að leika þá lét hann samnemendur sínar taka upp fyrirlestrana og senda sér svo horfði hann á það í hjólsinu sínu þegar hann var í pásum Hann er sætt, já, ekkert smá Hann kemur ógeðslega óvart því hann leikur alltaf eitthvað svona dummy skilur Já, nákvæmlega og svo útskrifaðist með bachelorgráðu í ensku og skrifaði skáldsögur sem lokaritgerðina sína Wow, það er hjúts Já, geðveikt Vá Hann stoppaði ekki þar Nei Í seinna útskrifaðist með master í ensku úr Columbia Og líka sko Columbia er ævilík Já, og var að læra meðan kvikmyndagerð í New York University og skáldskrif í Brooklyn College og ljóðagerð í Wallen Wilson College Býtu Að bollin segir we all have the same amount of hours as Beyoncé Hvað með James Franco Ha? Geggjaður Þetta er galið Já Vá, litla pressan Ok Þannig að já, James Franco bollin er næstur sko Ég bara 100% En svo er hann líka með PhD Er hann með? Já, frá Yale, í ensku Vá, ok Þessi gæi sko líka, þú veist Er það sama master þá? Kemur PhD Það er svona doktorskráða Yfir þá masterinn? Já Ok Já, kemur eftir á Nice, til hann fucking duglega með Já, fáránlega What the fuck? Og hvað er maður að læra þegar maður læra ensku? Mér finnst margir leikarar að vera með bachelor í ensku Það er ógeðslega góð pæling Hvað fólk læra þegar læra íslensku? Það er ekki hægt að taka bachelor í íslensku alveg Jú Og það? Já Jú, ég er alveg 100% sem að segja hægt Við þanga Ef ekki, þá er augljóslega fag sem að vantar því að við sunnum að þurfum að skrá okkur Já En já, ég er eiginlega alveg vissum að það sé hægt að gera það sko Það geta alveg vel verið sko Ég bara þekki ekki Er það ekki bara verða Já, kannski íslensku kennari eða eitthvað Ég held að Guðni fórsetun okkar Hann fór út í Oxford í Breitlandi Ég held hann að vera að læra sagnfræði þar sem er pínu svona eins og að læra ensku Já, það Held það Já, sagnfræði, já, hljómandl Það er alveg geggjað, þú veist að geggjað að vera með gott literature Og það er geðvitt, ég er ógeðslega afbrýð sem alltaf sem kunna tala og skrifa En ég er ekki þar Nei Ég myndi örugglega deyja í því fæi Ég er svo lélegið, sko Ég sé það Ég hugsa einhvern veginn of hratt til þess að tala rétt Já Fattarðu mig? Já, nei, fatta ég þig Eins og núna Það er alltaf ómikið að reyna að komast út um munnum á mér að ég bara byrja að tala vitlaust og skrifa vitlaust eins og því að skrifa ritgerðir þá er ég bara að skrifa og ef ég stoppa til að laga eitthvað stafsynjungilu þá er ég búinn Saman hérna Þegar ég var að læra fyrir skóla þá þurfti ég stundum bara að drita og svo lagaði bara eitt um hann setna næsta dag Ég sendi ofta mömmu bara herri, hérna er að fara yfir þetta hún er bara Sunniva ég skil samingi en rólega á einslæðuvillum ég er ekki búin að fara yfir þetta Já, nokkla ég verð bara að drita Já og svo er maður komið geðið mikið maður nennir ekki að fara yfir þetta sjálfur Nei,
Ógeðslega true. Já. En vá, já, 100%. En ég tengi svo mikið við þetta eins og það var einhvern þættum daginn sem ég segi eitthvað svona, ég einhvern veginn fer vitlaust með eitthvað, þú veist, bros út á eyrum með eitthvað, þú veist, ég segi eitthvað svona vitlaust, skilur, bara, ég hugsa ekkert, ég tala bara. Sama hér, sko. Já. Svo, þú veist, held ég alveg, ég sé smá lesblind, sko. Eða leslöt. Er það til? Já, það er til. Okay. Þegar ég var í grunnskóla, þá fór ég svona próf og þá var bara, já, þú ert leslöt. Svona les ég alltaf annarkvort orð. Það er svona ágætt erfni að lesa og tala á saman tíma. Já, ég skil þig. Ég get frekar lagt á minni heldur en að lesa. Þú veist þú líka bara að það þarf alltaf að vera í réttu fonti svona eins og þú eru að lesa draugasögu þáttinn þá var bara skeiti á mig að ég bara, að það var gett litlu fonti, punktar og svona ekki stór stafur, það þarf alltaf að vera sett upp eins og ég sé 5 ára sko. Já, ég skil þig. En já, kannski þarf ég bara að vinna í þessu og læra eitthvað. Við þurfum bara að fara skrákur í íslensku, það er augljóst. Ég sé eftir að vera mamman svona, eða amman, ég veit ekki hvor, sem er með svona fontsæðis í símanum í svona 20. Það er ekki það að ég sjá illa samt. Nei. Það er bara mjög betra að hafa allt svona stórt. Já. Nei, ég líka sko, þú veist, þegar að því kemur að ég þarf að hjálpa við heimlært íslensku eða fallbegi eitthvað, þá verð ég bara að segja bara að fara eitthvað annað, sko. Ég fallbegið mitt eigin nafn. Ég get að falla heldur, sko. Hér er Sunnuva Eyrum, Sunnuva Eyr, frá Sunnuva Eyr til Sunnuva Eyrar. Ég held að sé Eyrar, svo ókslega ljótt. Já, það skreitir, sko. Ég var lært daginn, sko, því að Jóa var að segja mér það. Jóa geðið góð í íslensku. Það? Já. Hún kann að fallbega allt, sko. Það er fallegt. Ég er öndróktu fólk sem er gott í íslensku, sko. Mér finnst stundum Ísland það bara ekki mega sens. Hvernig kann ég ekki að fallbega mitt eigið eftirnafn? Kúpæling. Það er bara ég átt að nafn, sko. Já, það maður tók ég líka bara ráða því. Já, nákvæmlega. Ég vil segja frá Sunnuva Eyr. Ég vil ekki segja frá, til Sunnuva Eyrar. Ég vil bara segja til Sunnuva Eyr. Já. Eyrar bara hljómar hræðilega. Hún segir bara hljómar svo eyru. Já. Það skrítið, sko. Já, mjög. Ok. Herðu, Bradley Cooper. Erðu já? Ertu með hann líka? Nei. Ég veit ekkert hvað hann er stöðið. Ég vissi ekki að hann var með gráðu. Hann er bachelorgráðu í ensku líka. Ensku líka? Hann útskrifaðist úr Georgetown háskólanum árið 1999. En upphaflega þegar hann var ungur þá vildi hann fara í herskóla að verða ninja. Ok, cool. En hann sem sagt ákvað svo bara að elta drauminn pakka saman öllu og eftir námið og flytti til New York. Og þar hlaut hann meistaragráðu í leiklist. Já, ok. Tók leiklist eftir. Já, hættu við að vera ninja, sko. Það er svona geggjað. Já. Bradley Cooper, the ninja. Já, það var ekki þetta. Ég verði til að horfa það. Kannski er þetta nálegast sem að getur ninja með því að vera leikari. Það lítur að koma út mynd með hann þar sem hann fer að leika ninja. Pátti. Býðum spenntar. Já. Það verður ekki verið ninja í Star is Born. Einmitt. Það verður hella. Já, eða bara í einhvern margmynd. Já, eða. Það er þetta eitthvað ninja en þú veist, nálæting. Hann er bara verið að leika skilu svona fiction, eða manneski sem er raccoon. Já. Það sé alveg margir alveg margir leikarar sem að fóru í leiklistanám. Veistu svona frægir. En hann var ekki eins og búinn með námið þegar hann var komin í eitthvað lítið hlutverk í HBO sýningunni í Sex and the City. Já, ok. Geggjað. Já. Flottu kallinn. Flattur. Ég er með Chris Martin úr Coldplay, aðalsöngurann. Já. Þegar við vorum að tala um að allir eru búin að læra ensku. Hann lærði grísku og latínu. Vá. Já, það er erfitt shit, sko. Og í London, í University College in London. Hvað lætið þið skráði í það? Já, það ég veit það ekki. Það lítur, mér finnst að læra latínu bara mega sens að þú ætlar að fara í eitthvað læknisfræði. Er það ekki? Eitthvað tengt læknisfræði eða þú veist. Hvað gerur við latínu bara svona einlegum degi? Allt bara vöðvar og líffæri fyrir mér, sko. Einmitt. Ég veit það ekki. Ógeðslega góð pæling. Já. En já, hann fór í University College in London og þar hitt hann þrjá sem voru síðan með honum í Coldplay. Will Champion sem var að læra mannfræði. Johnny Buckland sem lærði... Það var ástæðan. It was fate. Já. Ándjóks en sætt. Já. Þess vegna voru við líka saman í MS. Já. Og þú komst ekki inn í Vestló til þess að hitta mig. Já, ándjóks. It's meant to be. It's fate. Johnny Buckland, já, hann var í stærðfræði og svo Guy Berryman sem hann lærði svona arkitektur verkfræði. Wow. Já, ógeðslega svona fjölbreytt.
skemmtilegt að þeir mynda saman þekkjum mikið þessa fjölbreytta menntunar það er alveg rosa lítið svona úr að velja, það ekki? Það er ekki neitt, sko. Það er hans minna, sko. Já, það er alveg búið að bætast í hópinn, sko, með árunum, en það er að gera það hætturólega. Já, en þú veist, það er ekkert eitthvað úða sexy í hana, sko, finnst mér. Nei. Að mínum mati, eins og ég skráði mér viðskiptafræði að því ég hafði ekki hugmynd hvað mér langaði að læra. Nákvæmlega. Og eins og Sigga Kling segi, það er allir í viðskiptafræði og það er rosalega basic og alltaf því ég nefni við eitthvað bara já, hvað ert þú að læra? Viðskiptafræði, já, bara svona basic. Segir fólk þá bara? Já, fullur fólk, sko. Maður svona, já. Hvað lærir þú? Ekkert, neða, ok, flott. Flott í þess. Já, ok. Ok. En já, allavega, eða þú veist, bara geggjaði grunnur, allir sem er viðskiptafræði ekki láta, fólk shame ykkur, sko, þó þau séu basic bitches, það er bara alltaf að basic bitch og svo getur þú bara masterað í ykkur þú þarf líka einmitt og þú getur náður í, það getur allir skráð sér hvað nám sem er en svo bara hvað gerir við það, skilur og þú veist eins og hann með grískuna, skilur svo er hann bara að syngja þú veist, já whatever, do what you want on jokes ok, Meryl Streep já, ég er ekki með hana hún lauk náminu sínu ég er ekki með í hverju ég veit ekki alveg af hverju helviti skandal en hún er með BA-próf já, ég held í alveg að það kom ekki fram í greinin sem ég las hún er alltaf með BA-próf það getur verið mjög mörgu já, en henni fannst það ekkert spes hún var ekkert eitthvað ánað með það þannig að hún fór í Yale og fekk meistaragráðu í leiklist já, hún var örugglega með BA-prófi í gæti verið í leiklist þannig, já, örugglega en þú veist, það er svo ógeðslega mikið sem er arts þó að sé ekki endilega leiklist já, ég með BA-prófi já, prófi, gráðu það er ekki að skrítið ég veit það að því að þetta er náttúrulega engin munur á svo skilur BA og BS bara Bachelor of Science, Bachelor of Arts já. En á Íslandi er markaðsfræði BS mjög skrítið já, að því að það er viðskiptafræði já af því að það er viðskiptafræði í Íslandi með áherslu á markaðsfræði já, en svo ef þú fer í master og skoða master, þá er það MS ekki MA já erst þú ekki með MA? Ég með MS já, þú með MS, ok, þá er það eins já, það er eins sko en það er bara ekki eins með bachelorin Nei. en ég held að lögfræði sé til dæmis BA já, það er það steikt, hvað tengist það art? Af því það er ekki eitthvað scientific eða eitthvað, ég veit það ekki sálfræði, það er BS já, það er alveg scientific þú veist ég sé þetta ekki alveg okkur viðskiptafræði er BS ekki var lögfræði BA nei ég skil ekki neitt sko kannski að því það er starffræði því að eitthvað það getur verið sko ertu að læra eitthvað starffræði lögfræði? Ég held ég aldrei heyrt einhvern sem lærir tölfræði eða eitthvað nei, en ég læri tölfræði já, þá mega sens að það var í S hjá þér sá, sko. En þú varst þetta ekki í fjármálum eða jú, það? Já. Þú varst fjármál líka? Já. Þú varst, já, ok í svona accounting, finance and accounting já, það er saman já, ég hef myndið að skoða nám úti og það var alltaf saman finance and accounting en þú veist það er alveg ég veist þessu viðskiptafræðinni, ég fyrir alveg 2 af hverju skilur, 2 kannski er það meira magnaf 2, af tölulegum fögum já, það er auðvitað eitthvað svona einhver einingatengt já Bá. Okay. En þetta er samt ókslega steikt því að ég var að með eitthvað þegar ég kláraði BA-námið mitt þá fannst þetta svo skrítið að ég var ekki, já, ég kom með BA, nei BS nei BA þetta er alveg skrítið já, það hlýtur að vera eitthvað tengt tölum það hlýtur að vera eitthvað x mikið eða þá eitthvað svona sálfræðilegt eða eitthvað já, ég veit ekki hvað er sko þannig að markaðsfræði finnst mér samt alveg vera meira markaðsfræði er basically viðskiptafræði nema mínus einhverju nokkrir áfangar sko já, 100% en líka þú veist úti var þetta kent ógeðslega mikið sem svona bara kenningar og þannig þú veist og þá var verið að fara yfir en það var samt allt beist eða svona allar heimildir og allt þannig, allt sem vorum að læra allar kenningarnar og fögin og allt það var byggt á þú veist vísindarlegum rannsóknum já þú veist eins og lita val í auglýsingum eða sannfæringar en þú veist ekki að læra að búa til þessar rannsóknir skilur, svo að læra þær jú, en svo lærir að gera markaðsrannsókn ég skil, ok, ég nenni ekki svo pæli þessu allavega, það er gott að Meryl Streep fór í master já, hún er klár Yale hún líka, já, hún er mjög flott já, en þar sagði kennarinn hennar
að hún kom ekki til að læra, hún kunni það nú þegar, hún bara kendi sjálfur sér. Hún er góð leikona. Geðveikt. Ég með einn leikara hérna, hann Will Ferrell. Will Ferrell minn maður? Já, álfinn sjálfan, sko. Besti. En hann lærði svolítið sérstakt. Hann lærði íþrótta upplýsingar. Ok. Eða sport information í háskóla í Suður Kaliforníu og kláraði þetta 1990. Var hann orðinni frægur þá? Nei, ekki þannig, sko. Nei. Tók bachelorgráðu þessu. Og svo sagði hann við til já, þú veist, þú heyrði rétt, þetta er íþróttu upplýsingar. Og svo sagði hann svo er hann búin að vera að djóka þetta síðan þegar hann hefur verið spurður út í þetta, þú veist, þetta náma það erfitt að þeir hættu bara að vera með þetta náma 8 árum eftir að ég fór. Þannig að þetta náma ekki til lengur í dag í þessum skóla. Heldur þetta var svona það erfitt, er það ekki djókið? Ég held þetta sé bara tilgangslaust. Já, sports information. Er það læra að frétta svona sportsþulur? Já, er það þá ekki bara fjölmiðlafræði? Þú ert basically að læra bara allt sem tengist, það er alveg tísamt sportsmanagement. Já. Sabrina er því. Já. Það er samt alveg annað, finnst mér. Já, það er að stjórna. Já. En sports information er örugglega bara andis að læra inn á allar íþróttir og hvernig þú átt að svona lýsa þeim eða eitthvað. Já. Eða búið til greinar eða eitthvað. Einmitt, hann segir bara svona, já, þú veist, hann hlæðir bara þessi dagskilur. Mér finnst það ekki hljóma það fáralegt. Mér finnst te-dótið hljóma meira fáralegt heldur en þetta. True. Já. To be honest. Ég með aðra leikonu, með annan leikara hérna og það er leikonan Rebel Wilson. Já, Queen. Já, og hún leikur einmitt alltaf einhverju svona típu sem er svona, kannski smá gufa eða þú veist svona, smá demi. Virðist ekki vita mikið. Já. En það er bara andstæð við það sem hún er í raun og veru af því að hún er með lögfræðigráðu. Hún er geggjuð. Já. Hversu vel gert? Ógeðslega vel gert. Hún er með law degree at the University of South Wales. Love her, sko. Án jokes. Herðu, næstu hjá mér. Rowan Atkinson. Herru, já. Eða Mr. Bean. Mr. Bean? Þekktastur fyrir það. Hann er með meistaragráðu í rafmagnsverkfræði sem hann fekk í Oxford. Klári minn, sko. Já, en hann byrjaði að vera svona að leika í svona sketsum í Oxford. Já, og var þá bara alveg vinsætlega, þá hann var bara eitt frægasti maður hann í Bretlandi. Já, Mr. Bean. Mr. Bean. Líka pældi að vera bara eitt frægasti leikari í Bretlandi fyrir að leika Mr. Bean og hann þarf ekki eins og opna þessu munnin. Nei. Svo náttúrulega líka Johnny English. Og... Já. Hann er geggjaður. En þú svona, bara svona, hann þurfti ekki eins og að tala. Það er bara fyndin að horfa á hann og hann er bara gegg klár samt. Já, bara rafmagnsverkfræði, það lítur að fárlarvitt. Hónglins hljómar ógeðslega. Já, svo er ég með einn hérna, annan sem að fóru mitt í uppáhaldsfæði okkar, ensku. En það er John Legend, tónlistarmaðurinn. En hann lærði ensku með áherslu á afrísk-amerískum bókmenntum og menningu. Áhugavert. Það er mjög dýp í háskólanum í Pennsylvania. Elskar svona áherslur á eitthvað. Já, það er gaman, sko. Það farið eitthvað svona meira út því. Já, þá svona ertu aðeins búin að nörra á þetta niður. Sérstaklega eins og fyrir mig og þig núna. Ok, við veitum að John Legend var að læra ensku. Hvað þýðir það? Hvað var hann að læra? En við veitum áhersluatriðin hans núna. Þá veitum við svona, þetta liggur áhuginn hans. Algjörlega. Hann hefur mikinn áhuga á, þú veist, afrískum og amerískum bókmenntum og menningu. Sem er geggja. Ógeðslega kúl. Það er geðið áhugavert nám. Já, og hann segir að hann hafi verið mjög svona aktiv manneskja í kór og kapellahópum og hann var í söngleikunum og hæfileikarsýningunum og var sem í sína í lög og var svona þannig, hann var svona hefði verið á Íslandi að hann farið í Vestló. Já, bóttið. Svona þannig típa. Já. Hún fattar hvað að meina. Þannig að já, bara geggja, ensku. Geðvegt. Svo erum við Phoebe og Friends. Já. Herðu, hún eða Lisa Kudrow, hún lærði líffræði. Já. Hún ætlaði að vera svo pappa sinn. Pappan er líffræðingur? Já, pappan er einhver svona læknir og líffræðingur og eitthvað. Hún ætlaði að fylgjast í hans skref. En svo bara fór hún bara að vera leikana. Hún kláraði, held ég, bachelornám í líffræði frá Vassar háskólanum 1985 og svo bara tók lífið pínu uppi. Já. Og það ekki manna sem Friends, bara sem Phoebe. Svo við förum í uppáhaldsfjölskylduna okkar, Kardashian. Ekki margir lærðir þar. Nei. Við veitum náttúrulega vel að pabbi er að vera lögfræðingur og allt það, en við erum að tala um svona yngri kynslóna. Kristján er til dæmis ekki lærð. Hún kláraði bara gagnfræðiskóla og svo hætti hún, fór ekki neitt háskóla. En hún á 2 börn sem að fóru í áframhaldandi nám, sérst háskóla.
Hver heldur það sé? Courtney og Kim. Ekki Kim. Kim í dag, já. Og Courtney og þá Rob, eða? Það rétt hér. Já. Kourtney Kardashian, en það kom mér óvart, ég vissi það ekki fyrir í dag. Já, ég sá eitthvað glitcha þessu í dag. Já, ég vissi það ekki fyrir í dag. Ég vissi hún að fara í háskóla, út af því að hún tala eins og í þættunum, hún hafði tekið mynda sér byrja ofan með kærastan sínum þegar hún var í háskóla og svo myndir eitthvað tilskilur og hefur stundum lekið eða eitthvað. En hún hefur sagt, þú veist, já, þegar ég var í háskóla. Já. En hún hún lærði leiklist. Já, ok. Hún bachelorgráðu í leiklist. Er hún útskrifuð? Hætti hún ekki? Hún kláraði. Ok. Að mér skilst. Vá, vel gert. Og það heitir í rauninni Theatre of Arts, sem svona, þetta svona listasvið, en þetta aðalega leiklist. Áhugavert. Já, í háskóla í Arizona. En hætti hún ekki, eða hætti við út af, það sem ég las allavega, út af því hún var ofrætt að tala fyrir frá fullt af fólki. Já, og svo náttúrulega það, sko, hún af öllum systurum held ég hún hefði minnst tekið þátt í að leika í, þú veist, Khloe hefur verið svona auka í sjónvarpsefni og þannig, og Kim oft og Chris, en Kourtney aldrei. Nei. Þannig að hún, þannig að getur verið hún hafi ekki klárað. En hún var til dæmis í bekk með Nicole Richie, þar sem að Nicole Richie var líka að læra þarna Arts and Media, sem svona fjölmiðla leiklistafræði. Já. Áhugavert. En Robert Kardashian, bróðurinnar, hann fór í háskóla og hann kláraði að mér skilst viðskiptafræði. Ok, geggjör. 2009, já. Vel gert, þau. Hann nota það til þess að auglýsa rögla sokkana sína og sósunda sínar. Hann selja það í dag. Og við erum að kaupa það. Já, við erum að testa þess að við erum að hot sauce. Ég elska hot sauce. Ég líka. En svo eitt ógeðslega krúttlegt. Ég veit ekki hvort að þú rakst inn á þetta í dag. En Ashton Kutcher. Nei, ég veist ekki. Herðu, hann fór í lífefnaverkfræði. Ok. Þú veist, þetta hljómar erfitt. Já. Við háskólinni í Iowa og árið 1996 árið okkar. Besta árið. En ástæðan okkar skráði sig í þetta nám að því að honum langaði að finna lækningu við hjartasjúkdómi bróður síns. Æi. Ég veit. Oh my god. Hann á tvíburabróður. Ha? Já, sem heitir Michael, sem að og þegar Michael var 13 ára, til dæmis, hann sem sagt með mikinn hjartasjúkdóm, bróður hans, og til dæmis þegar hann var 13 ára, þá þurfti hann að fá hjartaígræðslu. Oh my god. Það er svakalegt. Já, 13 ára. Já. Og þá var hann með heilalömun, varanlega hreyfingarröskun og hann fékk síðan að lokum viðendi gjafa og fékk hjarta. En Ashton Kutcher hefði síðan samt boðið honum þegar hann 13 ára að fá sitt hjarta. Æ, nei. Ég veit. Og fór síðan í nám til þess að reyna að finna lækningu. Það er tvíburabróður hans. Ég hef ekki það er tvíburabróður. Sko, ef þetta er ekki... Þetta er movie. Já. Einmitt. Þetta hlýtur að vera bara næsta movie sem Ashton Kutcher ángríns gerir, sko. Já. Herðu, það er sem ég með. Emma Watson. Já, hún er klár. Hún er skarpur hnífur. Já. Skarpasta, hvað segir? Bensi segir alltaf bara að geða þetta vittlust. Bara skarpasta skeiðin í skúfunni. Svona afgræti. Skeið að vera skörp. Skeið. Æ, ég veit ekki. Alltaf. 2 frægustu verk hennar, Emmu, hún er alltaf að leira Alltaf að leira? Hvað er að leira? Er bara með pleit og heima? Hún er að leika, þú veist, ég er ekki skarpast í nýjurinn. Eitthvað svona mjög snjallar manneskjur, eins og Hermione Granger og Belle í Beauty and the Beast. En hún er líka með gráðu í ensku. Aha. Já, frá Ivy League skóla, Brown. Vá. Maður veit alltaf svo mikið hver Ivy League skólar eru út af fucking Gossip Girl. Já, Chris Bart og Gossip Girl, annars myndi ég ekkert vita hvað það er, sko. En það tók hana 5 ár að klára þessa gráðu, af því að hún var svo upptekinn í að leika og mótilast. Það er bara alltaf leið. Bara ekkert að því. Þetta er bara, maður segir svo, Aron sagði við okkur í þættunum þegar hann kom, að það tók hann einhver, 5 ár að taka 3 nám, já. Bara, svo lengt sem þú gerir þetta, og það er bara geðið. I love that. Já.
Herri, Arnold Schwarzenegger. Herri, hann náttúrulega sko. Hann með prófgráðu. Já. Hann með BS í viðskiptafræði og markaðssetningu. Vá. Ekki, það? Já. Vá. Það var eitthvað, ég sá líka, það var eitthvað... Economics. Það? Já, ég sá það ekki. Og ég sá eitthvað viðskiptafræði og markaðssetningu á líkams, fitness fólki eða eitthvað. Ég er svona, ok, það getur ekki rétt. Googla aftur og þá kemur bara hann lauk bara viðskiptafræði og markaðssetningu bara á nákvæmlega saman og ég er í. Já, nákvæmlega. Úr Santa Monica College. Vá. Hann náttúrulega var borgarstjóri og eitthvað. Já. Það gleymist. Governor. Er það ekki borgarstjóri bara? Ég veit ekki. Þú veist eitthvað þannig? Svipað? Já, ég bara ekki. Svipað gigg? Hann gerði eitthvað svo leys? Já, vá. Ég með Gerald Butler. Já. En áður hann lék í 300. Þá Ég hef hitt hann, mástu? Já, þú hefur hitt hann í verið klass. Já. Minn aumasti sko. Hann var oft á Íslandi á tímabili. Já. Hann var alveg mjög oft. En hann lauk prófi frá lagadeild háskólans í Glasgow. Og hann lærði lögfræði. Vá. Já. Smarty. He is a smarty, sko. Og eftir hann kláraði námið, þá fekk hann sem sagt vinnu sem svona starfsnemi á lögfræðstofu og var hann vinnu hjá því. Síðan var hann ekkert svo góður í að mæta, sko. Af því hann var svolítið upptekinn að djamma. Og lífið. Já, það er erfitt. Besti minn. Ándjóks. Og 25 ára var hann bara, heyrðu, ég hugsa að ég flytti bara til London, bjóðan í Glasgow. Já. Og flytti til London og ætlaði kannski bara að djamma aðeins meira. En varð síðan leikari. Og restin er history. The rest is history. En það lítur að vera ógeðslega gott að vera með lögfræði grunn. Já. Þú ert að lesa alltaf þessar samningar sem þú ert að gera. Einmitt. Kannski. Nákvæmlega. Það er svo ekki að vera að screw you over. Nákvæmlega, þú er bara að hélna. Það eru eitthvað sem hræðir mér þá að samningar. Ándjóks, þeir eru hræðilegir, sko. Ég kann ekki að lesa neitt svona, sko. Eins og ég sagt, ég les löt. Ég les bara annarkvært ára. Já. En já, vá, það er alveg geðið. Líka bara til að þú lest svo mikið, það er alveg gott bara til að leggja alltaf minnið. Það er mikið af munnlegum prófum í lögfræði. Já, nákvæmlega. Og líka bara lesa. Já. Bara vera góð, þú sko þarfst að vera góður að lesa þetta í góður lögfræði held ég. Og að leggja minnið. Og það er gott þegar þú ert að leika. Og lesa handrit og einmitt allt það. Úff, það er þetta bara geggjur. Herri, þetta er leikarar verið Þá byrja ég lögfræði. Og fara svo að jamma og svo verði ég bara leikarar. Já. Þetta er bara, já, svona gist þetta. Aron hefði getið sagt þetta í þættinum. Já, hann hefði ekki þurft að tala með munnræpu sem tók ykkur eftir í svona, sko. Já, ég veit að ég og þú gerum það, en bara maðurinn, hann var bara... Hann er fucking meistari, sko. Já. Ég held að ég hef sittið hann og ég sagt svona 2 orð max. Kannski aðeins í lokin að byrja að tala. Já, þegar við fórum að tala svona bíómyndir og þannig. Þangar til, hann var bara líka svo fyndin, skilur, maður spyr hann einu spurningu svo fyrir bara, Aron, svo bara komin ykkur hvað það segja mér hvað það horfa á. Já, bara komin ykkur lengst. Maður er bara svona, hvernig komist það? Við erum oft svona, förum eitthvað út en við föttum það. Já. Við föttum það sem farin út frá það. Hann er bara, já, hver var spurningin? Já, hver er upp á slíturðin? Já. Bara að tala skilur, heimsendi eða eitthvað, skilur. Andjóks, þetta er alveg. Það er ógeðslega fyndið. En það er gaman að þessu. Það er skemmtilegt, mjög skemmtilegt. Auðvitað, við elskum hann eins og hann er. Já. En síðasti sem ég er með er Dwayne The Rock Johnson. The Rock. The Rock. En hann er með meistaragráðu í bodybuilding, eða ekki? Nei, það var þetta hellað. En hann kláraði bachelor í afbrotafræði. Vá. Það er sko draumanámið. Já, það er sem okkur langar í. Já. Vá, skemmtilegt. Bara ándjóks, ef ég hef ekkert að gera því ég er eldri, þá mun ég að taka það upp bara því að why not? Ándjóks, mér finnst það svo áhugavert. En þann dag í dag. Same. Svo áhugavert. Love that, sko. Og tökum við bara svona seinni gráðu. Já, bara svona seinna meir. Já, við erum að safna 5 You're never too late, sko. Háskólagráðum. Já. Það er svo nett að vera margar háskólagráður. Já, cool, sko. Mér finnst það. Já. Ég ætla að gera það einhvern tímann. Ég líka. Ef ekki bara, heyrðu. Já. Svona er aldrei með neitt að sæla hérna. Ég þykist þér með það. Ég held alltaf að sé að sæla. En leiðilegt að segja frá því. En hann tók, þú veist, afbrotafræði og smá af lífeðlisfræði. Ok, gott fyrst hana. Já, í háskólanum í Miami á 95. En hann hefur sagt frá því að hann var í fáránlega miklu þunglyndi. Æ, elsku. Á meðan þessi námi stóð yfir. Námi náttúrulega ekki fyrir alla. Nei. 100% ekki. Og eftir hann hætti í námi, hann bara, hætti eftir þetta, fór ekki meira nám,
þá fór hún að vera þarna glímumaður. Já, ok. Svona pro wrestler, Já. eða svona bardamaður. Þetta glímumaður, ég veit ekki alveg. Hvað pro wrestler á íslensku? Glímumaður. Það ekki? Ég veit það ekki maður. Þú ætti segja endilega í glímu. Ég veit ekki, wrestling glíma? Ég held það. Ok. Það var glímumaður. En hann byrjaði því áður hann var síðan var það leikarinn sem hann í dag. Geggjaður. Flottur, sko. En líka bara eitthvað paldið, þú veist, ef þú væri bara eitthvað kriminal, skilur, þú væri afbrotamaður. Og svo ættir að mæta afbrotafræðing eða einhverjum sem er að koma að ræða við þig af því að þú varst að brjóta þér. Mætir Dwayne The Rock Johnson og bara eitthvað, já, ég gerði allt. Já. I did it. I did. Bara fyrir ekki. Allir á skipinu þetta og ég. Já, allir á skipinu þetta og ég. Ándjóks, af því hann svo svona eitthvað stór og mikil og já, en samt það svo mikið svona cushion já, og svo hann alltaf brósmildur og góður nefnilega og maður væri bara fyrir ekki að já, ég gerði þetta hann myndi meira svona skólamann heldur en að vera intimidating skilur já. Svona, maður er bara, ok, respect maður, ég gerði það já, sorry já, bara eitthvað hérna vá, hvað flottur vá ertu með eitthvað fleiri? Nei, listin er búinn já, það var eiginlega sama hérna en ég veit bara líka að hann hérna sem að leki Hangover leka sem leka Alan nei, en Dr. Ken eða eitthvað já hann er sko bara eitthvað fáránlega vel menntaður hann er bara PhD og eitthvað já, hann er bara eitthvað doktor já. Og hérna hann leikar alltaf svona mjög svona skrýtna típur já, en hann er ég veit ekki, ok, ég ætla að tjekka hvort að Translate geti gefið mér rétt íslenska orðið þetta hann er þannig sé læknir sko já, eitthvað svona læknir er ekki allir með PhD læknar en hann gæðslapa líka, þú veist þessu Ross I'm a doctor en þú veist ég get fengið mér PhD í marksfræði þá erstu læknir doktor já en hann er a licensed physician já, sem þýðir eitthvað það er lífeðlisfræði er ekki ég veit það nú bara ekki physics physician hann allan eitthvað skilur en hérna, hann er mjög vel menntur það er skemmtilegt að vita það en hann var bara að læra og svo kvöldin var hann bara með svona uppistand hversu geggjaður? Eðlisfræði er physics já, ok hvað er hann licensed eðlisfræðingur það er bara geðið sko. það er bara til já en hann leik síðan í þáttunum hann að Dr. Ken og það er sagt að svo sería sé svona lauslega byggð á hans tíma sem læknir Vá, hvað það fyndi að vera bara segjum að hann væri bara skurðlæknir og hann gæti það alveg og með hvað hann er klár og allt það svo hann alltaf að leika einhvern drep heimskan já, bara eitthvað svo geðið pirrandi karakter ég myndi að þú væri bara að deyja og hann kemur bara já, hæ ég var bara nei ég var bara ok, this is my doom ok, love you mom, love you dad goodbye R.I.P. já þetta er mjög skemmtilegt það er gaman að vita svona menntun ángríð, það er skemmtilega en ég held sko já, óskemmtilegt mér finnst það mjög áhugavert topic, ég held að þetta væri meira svona áhugavert en þetta var ekki skemmtilegt já, mjög skemmtilegt það er skemmtilegt þegar maður getur gert áhugavert og skemmtilegt að einu og það er það sem átt að gera með námi þessi þáttur eru bóði Háskólans á alltaf ekki Íslanda á Eyrarbakka Háskólans að færa en hérna já, bátið það er bótt háskóli í Færeyjum hvað veit maður? já við erum farið til Færeyja sjátt að þið búið Færeyjar ég elska Færeyjar ég veit ekki hvort þetta sé fræska elska Færeyjar hljómaður svona svo sænska smá norska líka já danska alle saman en hvað hérna það er alltaf stórt námsár framöndan hjá þér já sælir sko, þú ert að fara að skrifa your BS my BS, my bullshit my bullshit thesis ándjóks sko herru, hérna, eitt ráð sem ég með fyrir þig já byrju, ég ætla að tjekka hans í síma minn ég var að skrifa einu sinni, svona ritgerð rosa gaman já, elska það var rosa gaman sko og svo kemur bara svona moment stressandi já, skrifa svona, þetta er svona allt námið er bara búin að kvíða fyrir að skrifa þessa ritgerð já, bara tengi svo mikið hata ritgerð og hérna, og þetta er eitthvað svona sem þarf líka maður fær svo langan tíma að vinna í henni þannig sé en samt svo stutt hann að með hvað þetta er langt algjörlega, en á sama tíma þú veist þú ert
einhvern veginn tíminu miklu frjálsari fyrir þig að ráðstafanum og það sem verfitt og svo var ég eitthvað búin að skrifa svo var ég bara farið svona þrótt, ég var bara þessu ekki. Það ekki búið með 2? Nei, eina. Var ekki lokað í masternum? Það eru ekki í Bandaríkjunum. Ritgerðir í Bandaríkjunum svona lokaritgerðir, það eru náttúrulega voru alls konar. Það var hjá honum James Franco. Hvað var hann í? Ensku. Já, ég hann skrifaði mestu skáldsögu í staðinn fyrir bók. Nei, í staðinn fyrir ritgerð. Lokaritgerð, já. Var það úr Yale eða var það úr grunnskóla? Nei, ég voru hana ULC eða hvað sem að Já, UCLA. Já, kannski er það hann í bachelornáminu, ég veit ekki. Þú veist, kannski máttu velja. Já. Allan í masterum í Bandaríkjunum þá þarfst ekki að skrifa neina lokaritgerð. Nema kannski þú getur valið að gera. Ég veit ekki hvað það er, en ég gerði bara risastórt verkefni í staðinn. Já. En ég þannig bara einu sinni skrifa svona ritgerð. Og það var í bachelornáminu mér. Og ég var einu svona þrótast. Og ég hugsaði, ok, fór Pinterest og seifaði fullt af svona quotes. Já. Til að lesa fyrir nokkur. Okay. Og þetta er eitthvað sem hjálpaði mér. Sko, nokkur. Ég seifaði mörg quotes. Wow. Ok, að setja bara hérna. Quote of the day. Það er bara, get up. You're passive aggressive. Ok, ég til í það. Stendur. Get up, clean your desk, tie your hair, and just start. Þetta stundum verður bara nei. Já. Sestu bara við borðið og fór ekki skrifaði eitthvað. Ógeðslega mikilvægt að vera með góð aðstöðu. Án jokes. Bara góð dagsbirtu, gott loft. Svo með annað hérna. The most effective way to do it is to do it. Wow. Veit það? That one hit me hard. Þetta er alveg að það er ekkert eitthvað svona PC eða eitthvað svona fallega stelpur eða eitthvað fallega líf. Þetta er bara svona, gerð þetta bara og bara fangin gerð þetta. Klára þetta maður. Þetta er bara fangin þannig. Beach. Do a favor on the future you and start studying now. Já, góð pundur. Það er það sem maður er að gera. Maður er að reyna. Já. You get what you work for. Þetta eru geggjað kvót fyrir þetta, takk fyrir. Ég var ekkert að go easy on me, þetta var bara fucking klára þetta. It's a slow process, but quitting won't speed it up. True. I didn't come this far to only come this far. Bara klára þetta, skilur. I'm so inspired, ég ætla bara beint heim og byrja að læra, já. Ég bara klára BS-ritgerðina mína. Einmitt. Svo er hérna eitthvað. You've got to get up every morning with determination if you're going to go to bed with satisfaction. True. All the days that break you are the days that make you. Respect. Og þá myndar ljóni hann, sko. Rar. Svo, þetta var bara svona, ég ætla bara að segja ef einhver er í vandræðum að skrifa eitthvað svo veit ég ekki okkur ég mynd segja ketti en það okkur er inspiring en þetta er svona köttur lítið pollón sem ljón ok já, þannig ég var örugglega bara við höfum þetta núna í lokast þáttar og byrta með quotes inspiring quotes fyrir það sem er ennþá hanging in there ef ykkur vandar smá push þá er gott að fara sem Pinterest skrifa bara study quotes og þá er bara svona get the fuck up og þú bara já yes that's what I needed thank you Pinterest herri takk fyrir hérna takk fyrir tebollan og takk fyrir Janúar takk fyrir Janúar er það búinn? Ég veit það ekki ég held að það sé ekki búinn jú, ég held að það er alveg að fara að klára strækkur örfáði dagar eftir mér er það ekki bara? Jú það er bara nýr mánuður þegar það kemur nýr þáttur ok, sjáumst í febrúar elskum, febrúar mánuður ástarinnar já, Valentine's Day það er einu sem ég tengi við febrúar sko. Klart til fylgist með YouTube channel okkar Valentine's skemmtilegt aukaefni, come soon a lot of hearts, heart emoji bye